Það var viss áfangi að fá sjávarútvegsráðherrann og hans fólk sem hluthafa í fyrirtækinu. Það er enginn af þeim hlutafar á pappírnum, þeir nota bara frontmenni, svo tíðkast hann í spillingunni. Svona virka bara Samherji, þannig að maður bara vann eftir þeirri stefnum og orðurum. Að ná í eins ódýran kvóta og hægt væri jafnvel þó þú ættir að bera fé á embættis eða stjórnmálamenn. Já, það var alveg skýr stefna hjá yfirmönnum mínum að það ætti bara að komast yfir sjófrystikvóta eins ódýrt og hægt er með hvaða leið sem er. Samherji lenti ekkert í því að greiða mútur í Namibíu. Já, geturðu nefnt með dæmi hvernig þessar greiðslur, til dæmis fyrstu greiðslur fóru fram til svona háttsettra manna? Fyrsta greiðslan til sjávarútvegsráðherrans, þá fékk ég beini frá tengdasyninum að hvort ég ætti ekki að borga ráðherranum pening því að hann væri búinn að leggja sitt á mörkum til að styðja Samherji að komast inn í Namibíu og ég spyr hversu mikið og hann talar um $60.000 á þeim tíma. Þannig að ég sagði ég verð bara að hringja í mín yfirmenn og ég hringdi í Aðalstein Helgason og ég spyr hann og það kom mér dálítið óvart hvað hann tók þessu bara sem sjálfsagðan hlut og sagði bara orðaði þetta einhvern veginn þannig en að ef þú tækifæri að borga sjávarútvegsráðherra þá skaltu borga honum strax. Og ég sá til þess að hann fékk þessa $60.000. Ég þurfti að fara frá Walvis Bay til Windhoek og gera það bara næstu dögum og byrja því að koma mér á hótel, fer síðan að kaupa tösku og ég er búinn að senda þá oftast beiðni inn í bankunum að hafa peninga klára og fá þessa peninga. Og það er eitt útibú í Windhoek sem afgreiðir svona upphæðir og maður mætir og síðan fer maður inn í öryggisherbyggi og gefur sín skilríki og upplýsingar og þá fær maður peningana og setur þá bara í tösku og fer síðan upp á hótel, lét tengdasoninn vita og þá læt ég hann hafa töskuna. Og þetta gerðist í raun og veru nákvæmlega svona þarna stuttu eftir fundinn á þessum búgarði til dæmis? Þetta gerðist stuttu eftir fundinn á búgarðinu, já.